Já, Sölvi, svekkjandi 2-0 tap gegn Hapoel. Hvernig eru tilfinningarnar hjá þér sjálfum og í hópnum? Það eru bara vitaskuld mikið svekkelsi. Það er alltaf sárt að tapa svona eins og í dag. Eftir að hafa lagt svona mikla vinnu kannski í verkefnið, eftir að hafa hlaupið svona mikið og koma okkur í góða stöðu til þess að fara áfram í einvíginu, þá er það hrikalega svekkjandi og mikil vonbrigði að detta úr þessi stigi keppninnar. Við förum bara beint í þetta atvik í lokin. Þið fáið dæmt víti, síðan tekur VAR það af. Eruð þið búin að fá að sjá þetta aftur eða gaf dómarinn einhver útskýringu af hverju hann tekur þetta af? Nei, hann svo sem gefur okkur ekki útskýringu á af hverju hann tekur þetta af, en eftir að hafa horft á þá vill hann örugglega meina að Sveinn Margeir brýtur á markmannum, annars sé ég ekki hvað hann ætti að vera að gera, þannig að hann hlýtur að meta það og það er svo sem erfitt að segja. Mér finnst hann að vera búinn að kýla boltann í burtu áður en Sveinn Margeir fer í hann og hefur kannski ekki áhrif á atvikið þegar Stígur er tekið niður, en það svo sem auðvitað hefði það skipt miklu máli og koma okkur í framlengingu og gefið okkur líflínu að halda áfram, en það er kannski við náðum í dag ekki að spila boltan sem við vildum spila. Við náðum ekki góðu tökum á boltan, en að sama skapi þá fengum við góð færi í fyrri hálfleiknum að koma okkur í góða stöðu og það er kannski dálítið sem að bara ekki ná klínískir að nýta stöðuna. Þegar við komum á þetta steg í þessari keppni þá verðum við að vera betri að nýta þau tækifæri sem við fáum. Fyrri leikurinn fáum við fullt af færum til þess að koma okkur í ennþá betri stöðu. Í byrjun leiks við vorum mjög sáttir með fyrri hálfleikinn að mörgu leyti. Við vörðumst vel, við opnuðum okkur ekki, við spiluðum þetta og góða vörn, við hleyptum þeim ekki í opin færi og komum okkur í samanskapi í góða stöður og góð færi líka. Þannig að bara, mjög svekkjandi og það er kannski svona lærdómur sem við þurfum að taka frá þessu. Við þurfum að vera bara betri að nýta okkar tækifæri þegar þau gefast. Við erum dálítið klaufar í okkar svona aðgerðum þegar koma á síðasta þriðjung að gera betur, en svekkjandi að vera dottinn úr þessu keppni, en samt sem áður virkilega stoltur af frammistöðu strákana. Þetta er virkilega öflugt lið sem við vorum að spila við og mér finnst við sýna að við eigum heima á þessi stígi keppnina. Við erum ekki langt frá að koma okkur í þriðju umferðina á móti jafn sterkum andstæðingi eins og Hapoel. Þannig að það er margt til þess að vera sáttur yfir og margt til þess að læra af þessu til þess að gera okkur ennþá sterkari í framtíðinni. Við þurfum að læra þessu núna Evrópudeildin sem tekur við og það er bara í næstu viku. Þá förum við til Sviss og spilum á móti svissnesku meisturum og það er heljarinnar verkefni. Þannig að við bara förum yfir þennan leik í róleitum og lærum af þeim og höldum áfram okkar í vegferð. Takk fyrir Sölvi.